If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Allt sem bleikt finnst mér vera fallegt. Fyrir vinkonu mínar í Stykkishólmi Slowly. Já, þær stöllur eru litríkar, bæði í útliti sem á innræti, en það skilar það sér til þeirra sem heimsækja þær í Stykkishólm. En fyrir hvað stendur Slowly eiginlega? Það heitir íslensku heitir það sníglun. Ja. Við vorum að reyna, við fengum, það var einn maður sem við þekkjum sem var íslenskaði Slowly fyrir okkur sem sníglun. Það var frekar eins og okkur tantarastað. Það er bara þú. Mér átti þetta 20. Við erum svona að sníglast. Já, við vorum svolítið alltaf viðkvæm fyrir að hafa þetta á ensku. En þetta er bara, þetta hugtak er ekki til á íslensku. Þetta Slowly, sko, þetta vísar svona til þessa ferðamennsku. Þannig að þetta er svona hægrar ferðamennsku. Will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like Hvað eru það að gera? Núna? Nú erum við að græja mat fyrir nýbakaða mæður í Stykkishólmi. En við erum myndið að taka svolítið á móti hópum í svona leitarferðir hjá okkur. Við erum fullkomnar fyrir svona saumaklúbba sem vilja gera eitthvað skemmtilegt, til dæmis. Og svona. Í því, taka á móti svoleiðis konum. Já. En þið eruð að einbeita ykkur á svona ákveðnu konsepti. Geturðu útskýrt það fyrir mér? Við erum náttúrulega að svona hygla slow hugmyndafræðinni svolítið hjá okkur. Að stoppa í smá stund, fá helst. Við erum náttúrulega rosa mikið að taka á móti ferðamönnum og fá það til þess að stoppa og njóta svæðisins, njóta matarins og fólksins og náttúrunnar náttúrulega leið. Allt í einu, einhvern veginn. Já. Það var svona okkar pæling. Já. Aðeins að svona vera mótsar við þessum massatúrisma sem er í gangi núna. Við kallum okkur sko svona mikro-prívat ferðarþjónustu, er það ekki? Já. Heila, Personal já. micro-travel. Já, persónulega mikroferðarþjónustu. Já. Persónulega ferðaþjónustu á íslensku. Já, er það ekki? Jú. Og hvernig gengur svo heimsókn fyrir sig? Sko við enduðum á því, uppálega ætluðum við að vera með svona skipulaðar göngur og eitthvað svona skemmtilegt Stykkishólm. En svo fannst okkur svo gaman að geta flétta saman svona menningunni og matarmenningunni og það er náttúrulega svo sterk matarsaga og menning hérna í Breiðafirðinum og náttúrunni. Og við enduðum sem sagt á því að fara að búa til þessar piknikferðir. Þar sem að við reynum að flétta þetta allt saman. Hitta okkur, tala við lokal fólk, heimamenn og njóta náttúrunnar og matarinn frá svæðinu. Já. Og við sérsnýðum svolítið ferðirnar bara að fólki. Og það sumir vilja fá gönguferðir með eða svona eitthvað stutt, ekki reyndar eitthvað langar gönguferðir, en svona höfnina kannski bæinn, þar sem við segjum bara frá hvernig er að búa í Stykkishólmi, frá okkar hlið, því við erum ekki mikið að fara inn í eitthvað svona sagnfræðilegt eða neitt þannig, við erum bara að tala um svona daglega lífið í hólminum. Svona hvað við gerum hér, þú veist, hvað fólk gerir og hvernig veturinn er, það er rosa áhuga á því. Já, já, bara þessu, þú veist, allt þetta sem að mann langar að vita sem ferðamaður, en já. En hefur kannski ekki alveg greiðan aðgang að í gegnum þennan svona massatúrisma? Nei. Og okkur finnst kannski svona svolítið farast fyrir, þú veist, þegar að maður sér þessar risarútur, þetta það sem fólk einhvern veginn æðir drífur sig, þú veist, frá Vík til Akureyrar, til einhvern veginn, þú veist. Já. En er aldrei að sjá einhvern veginn þetta alvöru? Fer út allt en einhvern veginn sé samt ekkert, þú veist. Það er ekki að upplifa alveg svona nándina við bara náttúruna og einmitt heimamenn. Já. Það er enda svolítið, þú veist, við erum náttúrulega við erum frængur sem við komumst bara að þegar við kynntumst hérna í Stykkishólmi. Við erum aðfluttar úr Reykjavík og þetta, þú veist, ömmur okkar voru systur og við komumst bara að því þegar við vorum búnar að kynnast. Það var svolítið fyndið og Típist, íslenskt náttúrulega. Útlendingum finnst þetta mjög merkilegt. Já, og það er svona, þetta gerðu þær
og við erum aldrei upp við þetta, bara akkurat þetta, í sitt hvort lagi. Þannig að þetta svona svolítið svona þeim til heiðurs, þeirra svona anda. Þær voru rosa mikið fyrir það að fara á tjald einhvers staðar, einmitt onni í fjöru eða einhvers staðar, þú veist, ekki á tjaldstæðum og voru með endalaust vesen svona, elduðu á prímus alls konar, týndu jafnvel bláskel og elduðu og fengu sér fordrykk og þetta var svona rosa stemning, miklu náttúru unnendur og svona, okkur fannst þetta svo skemmtileg leið til að njóta náttúrunar, eitthvað svona, fara og gera eitthvað skemmtilegt. Þær hafa kannski verið duglegar einmitt við að heiðra náttúruna og nýta náttúruna, bæði til að vera út í henni og til að borða, Það sko slagurðin Römmu var bara nógu mikið vesen og það algjörlega okkar stíll. Við erum alveg búin að taka það á næsta level. Ennþá meira, þú veist, það bara stundum fjölskyldur alltaf verið stundum bara. En það líka gott að því stundum erum við í vafa og þá hugsa ég bara nógu mikið vesen. Gerum það sem er meira vesen. Ég var ekki viss hvort ég ætla að þora að spyrja ykkur, bara þetta ekki dálítið svona mikið maus, þú veist, að bjóða fólki til. Þetta er ógeðslega mikið maus, en þetta er svo ótrúlega skemmtilegt. Og það er alltaf svo ógeðslega gaman hjá okkur. Við erum ofta að reyna að tóna okkur niður til að gera lífið bara auðveldara, þú veist, og fara þetta aðeins auðveldara. Einfalda aðeins. Það er ekki við erum klárlega svona maximalistar. Tökum það í hin áttina frekar, sko, þú veist, nú gerum við allt auðvelt og svo alveg, heyrðu þið, hvernig var og alltaf endar á það að maður er eitthvað svona komin með sófasettið eða eitthvað, þú veist, á leiðinni niður í fjöru eða eitthvað svona. Við fórum daginn í piknik í Slippnum með, tókum við okkur kommóðu, bara svona upp á lóki. Eins og maður gerir þegar maður er að fara í piknik, af hverju ekki að taka með sér kommóðu? Já. Þið eru með úti eldunarstæði. Já. Er þetta eitthvað sem þið smíðuðu sjálfar? Nei, þetta fengum við hjá fyrirtæki sem heitir Himintjöld og eru aðalega í því að flytja inn tjöld sem að fólk tjaldar upp á bílunum sínum en svo eru þeir með þessar geggjuðu bálpönnur í nokkrum stærðum. Þessi er stærsta, þyngsta og mesta vesenið. Hann reynda var okkur við strákurinn sem að leta okkur fá hana. Það væri kannski svo helst til þungt. Það væri kannski ekki til að taka með sér út í móa. Þetta er svona hugsað, þú veist, í görðum. Það er svona, til að elda á eða bara til að hafa bál og hita í garðveislu eða eitthvað. Þetta er ótrúlega skemmtilegt, sko. Þið eru líka svo litríkar og flottar. Akkur eru þið þannig? Þetta er bara úr eldurskapunum hjá okkur. Já, við erum bara báðar litríkar, sko. En svo er það líka, eins og ég segi alltaf, þegar hún er svona búin að hún æsir þetta bleika upp í mér. Þegar hún er rosa bleik og ég er alltaf að vera bleikari. Ég held að það sé bara þannig, við æsum bara aðra í einhver svona. Þetta er nýjasta til dæmis viðbótin við búningin okkar eru þessir sokkar hérna sem við erum alveg brjálaðar í. Fólk hlýtur að taka vel í þetta, þú veist, það er sér smá svona Þetta er partur af þessu líka, sko. Það var rosa gaman, þú veist. Og það er svolítið klikkunina. Já, og það er svo gaman einhvern veginn að, þú veist, eins og til dæmis að fara í sparifötin út í móa, þú veist. Það er einhvern veginn svo skemmtilegt, það er svo mikil upphafning náttúrunnar fyrst mér líka. Þú veist, það er ekki ein leið til að njóta hennar, þú veist. Það má vera svolítið, gerir svo margt skapandi. Já, þetta má vera svolítið fínt og það má vera hérna með glerglös með freyðivíni og svo 4 hæða marens. Og 4 hæða marens og þú veist, hvað ertu með hérna? Guð mig góður. Ég er bara að hita upp fiskisúpu frá Sjávarpakkahúsinu hérna í Stykkishólmi. En við göngum svolítið út frá, ég reyna að nota bara stundum svolítið matinn frá veitingastöðunum hérna, af því að það er svo góður matur. Og hérna, þannig að við erum að nota stundum, sérstaklega frá Sjávarpakkahúsinu. Það er svo Við erum að lenda í því að freyðivínið er búið að flæða út. Er það tilfellið? Er það? Það er vaða. Það er einhver að fórna sér hérna eftir freyðivíninu. Þú segir mér aðeins þegar þú voru að tala um vesen áðan. Getið þið útskýrt það fyrir mér? Við erum að upplifa það bara akkurat núna. Í hverju felst það? Freyðivinnið er komið aðeins. Jú, kannski. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, you be my bride. Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, you stay with me. Hold me in your arms and sway me like the sea.
haft þar lengra úti. Þetta fer allt í reynslubankan, svona lærum við hægt og rólega á kannski alveg hægt að hugsa út í þetta. Já, kannski næst þá pælum við að hafa bara ís til dæmis eða eitthvað. Við erum yfirleitt með ís af bryggjunni. Það er mjög töff að nota náttúruna til Já, það er það, sko. En það er líka dálítið cool þegar við förum í hafnagöngunar okkar, þá hefur við komið við á bryggjunni og náðu okkur í, þú veist, ís í balan, að því við erum stundum með svona litla kerru sem við dröfum á eftir okkur, sem við erum með allt piknikið í, náum þá ís í leiðinni og svona eitthvað. Fæ ég ekki bara eitt viskastykki? Jú, gerðu svo vel. Hvað getið þið tekið hérna á móti mörgum? Sko fyrst heldum við að við getum bara tekið á móti bara pari max, það getur svo mikið með senn. En við höfum tekið á móti eins og vorum við með 8. Já, við erum einu sinni með risastóran hóp. Já! Svo við tókum bara á, hérna fórum bara Það með. var 30 manns eða eitthvað. Þannig að við getum, við erum orðnar ans, við erum að læra þetta. Við erum alltaf að vera sjálfsöguröngari. Já, en við viljum samt ekki hafa það þannig að, þú veist, en við viljum hafa þetta svona persónulegt, sko. Þetta þarf að ná að verða þannig að fólk geti spjallað við okkur líka, en það sé ekki bara svona eitthvað, svona rútínert. Þetta sé ekki massi, sko. Nei, en það er samt alveg hægt að gera það allskyns, þó að maður sé með marga, einhvern veginn. Come with me, my love. Jæja, þetta var notalegt. Mikið óbúslega mikið af skemmtilegu fólki á Vesturlandi. Sjáumst svo bara eftir viku. How much